Við ætlum að ræða aðeins létta notendur og aðgang þeirra að kerfinu, en hingað til hafa þeir notast við vefi, annars vegar sveitarstjóra vef, og hér sjáum við hvernig hann lítur út, og þar geta þeir þá fylgst með raunhreyfingu á vissa lykla og deildir og borið saman við áætlun ársins. Og í raun og veru þetta svona barn síns tíma en er ennþá í gangi þrátt fyrir það að vera 20 ára gamalt. Nú hins vegar notuðu þeir vef til þess að skrifa upp á reikninga og hann lítur svona út og margir ykkar þekkja þetta, en núna höfum við leyst þessa tvo vefi af þó að þeir séu nú ennþá aðgengilegir og farið í það sem við köllum léttir notendur. Léttir notendur fá í raun og veru þessa valmynd og nú skulum við renna yfir hana. Þið sjáið þarna að þarna eru einhverjir kassar sem að menn geta unnið út frá, og ef við byrjum bara á uppáskriftinni þá eru uppáskriftarkassar hér, og hér sé ég að ég er með 4 ósamþykktar línur, og ef ég fer og skoða hérna mínir reikningar þá sé ég það eru þessar 4 línur og það eru þá 4 reikningar sem tilheyra því. Nú ég get farið beint hérna inn í kassan og bara ítt til dæmis á mína reikninga og þá á ég að fá upp þá reikninga sem tilheyra mér. Nú hér sé ég þessar 4 reikninga og ég get farið hérna inn í að samþykkja þá beint ef ég er sáttur við þá. Ég get líka farið inn í að taka þá og skoða þá nánar, en ég að fara hér inn í að breyta eða skoða, og þá sjáum við að ég sé reikningin hér á síðunni hjá mér og hann skiptist á annars vegar í haus. Þar sé ég í raun og veru hvaða aðili þetta er sem er að senda mér reikningin, ég sé upphæðina og hins vegar línur, og í línunum hef ég þá leyfi til þess að breyta lyklum. Ef ég er ekki sátt við þetta að fara á lykil 2511 þá get ég sagt ok, ég ætla að setja þetta á 2512, skipti ég bara út, get líka slegið það beint inn og ég get líka skipt deild, og þegar ég skoða deildir hérna þá fæ ég upp einungis þær deildir sem ég hef leyfi að vinna með, og ég get sagt ok, þetta tilheyrir þessari deild hér og þá get ég skipt deildin út í uppáskriftinni. Síðan get ég bara samþykkt eða hafnað reikningnum, þannig ég myndi samþykkja hann hér og í lagi. Nú önnur leið var að fara bara beint í að samþykkja reikningin hérna. Ef ég er sáttur við hann þá myndi hann færast yfir til bókarans og þá hverfur hann hér að listanum. Ég hafði líka kost inn í reikningnum sjálfum. Ef við skoðum bara mjólkursamsöluna hérna þá hefði ég getað samþykkt reikningin hér og þá hverfur hann að listanum. Nú ég get farið tilbaka með annarkvæmt að setja bara escape eða sett shift F12, og ef ég uppfressa þetta hér, förum hérna inn í þetta og ég segi bara F5, þá sjáum við að þetta er komin inn í 3 reikninga af því ég hef búin að samþykkja einn. Nú þetta leysir af vefinn, uppáskrift á vef, og þarna hafa menn beinan aðgang inn í kerfið. Nú ég get líka, í staðis að nota sveitarstjóra á vef, þá hef ég hér nokkra greiningar hérna uppi, og þá ef við horfum hérna uppi þá er þetta kannski fyrst og fremst eitthvað sem heitir fjárhagsgreining og samanburður, og ef ég skoða það þá get ég valið hér, sem sagt fæ ég upp strax að ég er sem sagt einungis með aðgang að málaflokki 04, og ég get stækkað allt eða fellt allt saman. Þannig ef ég stækka allt hérna þá sé ég strax að deild 0401 er með hreyfingar á lykla 4990 og 9695, og í raun og veru sé ég rauntölur annars vegar, það er að segja betur bókhaldinu, og hins vegar get ég séð áætlunina. Og ef ég vil bera þetta saman þá á ég möguleika að fara hérna í reitin mismunur upphæða prósentur og valið vill ég horfa á þetta einungis sem mismun og upphæðum, eða vill ég
einungis fá þetta sem prósentur eða hvoru tveggja. Þá sé ég hérna að til dæmis að önnur eða þáttaka í sameiginlegum kostnaði sem sagt 276.000 undir áætlun. Áætlunum var 1380.000 en rauntölurnar eru 1.103.000. Og þá sé ég hér að þetta 25,8% undir. Þannig get ég svona fylgst með þessum tölum. Ég get afmarkað mínir á fjárhagslykla. Ef ég vil bara skoða launatölur, þá veit ég að það líkil 1000 til 1999 og þá fæ ég launakostnaðinn niður á deildir og lykla. Nú, ég get fellt allt saman hérna, ég vil sjá stóru myndina, ég get líka stakkað þetta allt svona. Ég get hort þá á niður á deildirnar bara, ekki vera að horfa á lykla endilega. Þannig þetta í sjálfu sér mjög þægilegt. Ég get líka, ef ég að skoða hérna til dæmis einhverjar tölur, hér sé ég að búið að færa 6,9 milljónir, þá get ég skoða færslurnar hérna uppi. Og þá get ég annars vegar að skoða stöðufærslurnar, það er að segja raunverulega færslurnar, eða ég get valið að skoða áætlunarfærslur. Þannig ef ég segi staða, þá fæ ég hérna upp þær færslur sem mynda þessa tölur og þá get ég séð svona hvort þetta sé eðlilegt eða ekki. Nú, Shift F12 heim. Ég get gert þetta í svona greiningu líka. Hér fjárhagsgreining aðalbókar til altæku vítum og þá fæ ég upp þessa mynd hér. Þá fer ég hérna upp undir aðgerðirnar hérna og segi að mynda yfirlit fyrir greiningu aðalbókar. Þá get ég valið. Altæk vít 1 í raun og veru málaflokkur deild. Altæk vít 2 eru verkefni sem að ég ekki að nota. Ég fæ strax hérna afmörkun á þær deildir sem ég hef aðgang að. Ég gæti sett inn verkefniskvótann fyrir vít 2 ef ég væri með það. Ég að nota hérna tölur frá árinu 2013, það skiptir nú engu máli. Og hér get ég semst valið hvort ég vilji hafa tímabilið heilt ár eða mánuð, eða fjórðungur ári eða viku eða dag þess vegna. Setjum bara ár hérna. Nú, ég get sett lyklaafmörkun hér, þannig ég sjái bara einhver ákveðna lykla og hvort ég vilji bara sjá efnahag eða rekstur. Nú, ef ég fer hérna upp og segi F11 eða þið sjáu þarna innan svega sem eru flýtilyklar, eða ég bara klikka hér á myndað yfirlit fyrir greiningu, þá fæ ég upp svona mynd hérna sem segir mér í raun og veru hún tekur saman til að byrja með. Ég get stækkað allt til að fá það niður á lykla. Þá getum við skoðað til dæmis mánaðarlaun í leikskólanum. Aðeins hérna aftar erum við að tala bókfærð upp á 79 milljónir og við erum að tala áætlun upp á 79 líka. Þannig að munur 188.000 eða 0,2%. Þetta nú mörgum það gott að vera svona nær í lagi. Hér get ég líka séð fjárhagsfærslur annars vegar, hérna uppi, eða áætlunarfærslurnar, ef svo ber undir. Nú, við eigum hérna líka málaflokka yfirlit, sem ég fæ þá bara beint upp á skjáinn og þá sjáum við hér eru málaflokkarnir og hér hreyfing og áætlunarhreyfing sem nú engin þarna af því að ég hafði ekki valið áætlun. Ég þarf að velja einhver áætlun sem í gangi og ef þetta eru tölur 2013 þá nú er alveg gott að hafa sambærilegt og þá get ég séð hér mismun og annað. Önnur leið til að sjá þetta er að keyra þetta í raun og veru yfir í Excel og hér sjáum við til dæmis að mánaðarsamanburður raun og áætlun. Þetta þá bara Excel skýrsla sem ég keyri út, þannig ég seti inn forsendurnar, áætlanir sem ég ætla að bera saman við, tímabilið sem ég langar að bera saman. Ég get valið hvort ég sé að vinna á rammalyklum eða fjárhagslyklum. Ég get valið að taka bara eina deild hérna. Ég get valið, eða ef ég hef ekkert, þá koma allar deildir. Ég get valið að skoða bara einhver ákveðna lykla. Ég get valið ef ég hef allar deildir sem ég hef aðgang að, þá get ég sagt að ég vil fá eitt skjal fyrir hverja deild. Annars fæ ég samtölu bara fyrir alla deildina mér.
Nú ég get þrepað þetta er þá bara spurning framsetningu í Excel-skjalinu. Ég get ráðið hvort ég sýni upphæðirnar. Einn er þá í raun og veru bara eins og þær koma fyrir. Ef ég setti 1000 þá var það í 1000 króna. Ég get valið að geyma þetta sem sagt á einhverju skráarsvæði. Þá þyrfti ég að velja að vista skjalið en ekki að opna það. Þannig að svo segi ég hérna í lagi. Þá keyrir hún samkvæmt þeim forsendum sem ég setti upp þarna og þá get ég opnað Excel-skjalið. Þá opnar hún Excel hjá mér og þá fæ ég þessa forláta skýrslu hérna. Svo bara opna hana hér og ég ætla að stækka alla reiti þannig að sjá tölurnar. Og þá sjáu þið hvernig hún mynda. Hún segir mér hérna afmörkunina sem ég setti á skýrsluna þegar ég gerði hana. Svo tekur hún hérna janúar. Raunkostnaðinn, reksturinn, áætlunina, mismuninn. Svo næst febrúar og alveg upp í júní af því ég valdi 6 mánuði og svo segir hún samtöluna hérna í aftasta dálki. Þannig að þetta er svona skýrsla sem hægt er að skoða sérstaklega ef að menn er að bera saman við áætlanir. Nú að síðustu erum við hér með eitthvað sem heitir vinnubækur. Það er nú fyrir að nálgast að áætlanagerð og þá er hugmyndin svo að senda forstöðumönnum og þeim sem bera ábyrgð á einhverjum rekstri að senda þeim vinnubók fyrir þær tölur sem að tilheyra þeim. Þá hafa þeir möguleika á að yfirfæra þær hér beint úr kerfinu í stað þess að vera að vinna í einhverjum Excel-skjölum. Þannig að við förum inn í þennan kassa hérna, þá sé ég að það eru 16 vinnuskjöl sem að tilheyra mér og það eru þá 16 deildir. Og hér sé ég ef ég skoða til dæmis leikskóla, þá get ég farið í línuna, leikskóli, og farið hér upp í línur og þá fæ ég upp áætlunina. Og þarna sjáum við til dæmis að það er gert ráð fyrir því að á reikning 250 sem við tekjuleikil munu innheimtast dagvistargjöld fyrir 20 milljónir eða upprunalega áætlandi grundvöll 20 milljónir. Og staðan í dag er 27, þannig að það er svona kannski 20 milljónir eru þá lágar. Nú upp að áætluninu er 20 og við getum breytt hér. Ef ég segi ok, ég held að þetta verði 25 milljónir, þannig ég ætla að bæta við 5 milljónum. Í mínus náttúrulega, þetta er tekjur. Og þá sjáum við að ég er að leggja til að áætluninu verði 25 milljónir. Síðan get ég farið svona lið fyrir lið og yfirfarið þessar upplýsingar hérna og þá getur sá sem að bera ábyrgð á áætlanagerðinni tekið bókina beint vegna þess að við erum að vinna beint inn í kerfið. Og kerfið viðheldur í raun og veru þeim breytingum sem gerðar eru, þannig að ég get séð í raun og veru hverju var breytt og hvenær því var breytt, en ég sem ábyrgðarmaður á rekstri leikskólans get sett mínar tillögur hér inn á móti. Nú, sem sagt, hlutverkið með þessum létta notanda er það að veita forstöðumönnum og þeim sem að stjórnendum beinan aðgang að kerfinu, ekki þá í gegnum einhvern vef sem liggur utan á kerfinu, heldur bara beint inn í kerfið með þeim aðgangsstýringum að þeir komast einungis inn í þá lykla og deildir sem að tilheyra þeim. Nú lengra ætla ég nú eiginlega ekki að hafa þetta í dag og þakka fyrir.